Fram að koma inn í sal, því við erum á stífri dagskrá. Við langar að bjóða ykkur all hjartalega velkomin á þennan morgunfund sem svo þriðji í fundaröð í samstarfi VIRK, embættis landlæknis og vinnueftirlitsins. Og hann fjallar heilsueflingu á vinnustöðum. Markmið samstarfsins okkar að stuðla að betri heilsu og veljan vinnandi fólks. Inn í sal, Fyrirbyggja við erum á stífri dagskrá. Brottfall af vinnumarkaði. Við langar að bjóða ykkur all hjartalega Ég velkomin. Sigríður Kristín og ég kem frá embætti landlæknis og sé fundarstjórn hér í dag. Og þennan morgunfund Ég hef skýr sem fyrirmæli svo þriðji í fundaröð í samstarfi VIRK, embættis landlæknis og vinnueftirlitsins. Við fáum allt sem við getum út úr okkar fyrirlesurum. En yfirskrift þessa fyrsta fundar vetrarins fara teymisvinna og velja hann saman. Þetta síbreytilega vinnuumhverfi sem hreinlega krefst þess að við aukum samstarf okkar á milli og höfum víðtækara samtal á milli stjórnenda og starfsmanna. Af því að þekking allra nefnilega verðmæt, jafn verðmæt á gólfinu og þeim sem eru í aðri stöðum. Og því eru samskipti alveg gríðarlega mikilvæg og gerast mikið í teymisvinnu. Þess vegna langaði okkur að velta því fyrir okkur hvað þurfum við að vera til staðar til að teymisvinna sé gefandi og hvernig við sköpum aðstæður til að öllum líði vel. Hvernig skipulag á teymisvinnunni hjá okkur og skapa það aðstæður til veljiðanar fyrir alla. Við erum með 2 góða gesti í dag, Valgerður Hrund Skúladóttur, framkvæmdastjóra Sensa og Dr. Henning Bang sem tekur fyrst til máls og ég ætla að kynna hann á ensku. Henning Bang is an associate professor at Oslo University and has done research on team building, leadership, development coaching, and organizational development. His focus on well-being in teamwork really caught our eye, and we are very thankful for having him with us today and looking forward to his lecture. The name of the lecture is What Characterizes Teamwork That Creates Great Results and Makes Team Members Happy. This is his first visit, definitely not the last one, but he told me a secret yesterday that even though this is his first visit, his wife is writing a book, the big Norwegian book on Iceland, about Iceland. And she is meeting him here today, and they will travel a bit, so he's getting her guidance. This will be her 7th time to Iceland, so I welcome you, Henning. The floor is yours. Thank you. Good morning. What a wonderful place to be. 8:15 for my first morning in Iceland, actually. Together with friends. You look like friends. You are? Yes? Great. At least interested in what I'm going to say. And Sigastina is quite right. My wife, she is obsessed with Iceland. I mean, she actually is obsessed with what she called the islands in the west of Norway. So she's half Scottish. So she has written a book about the Hebrides, Orkney, Shetland, Ireland, and now the time has come to Iceland. So she started doing research on the book for three years ago, I think. So she will be here for 10 days, traveling more, but she will give me her best places in Iceland, and don't ask me what they are yet, but okay. And I'm also really glad that you invited me to give me a chance to speak about the topic I am slightly obsessed with, which is, let's call it team effectiveness. And it might sound very hard, but I will tell you in a minute when I'm talking about effective teams or high performance teams, that's both teams that create great results and have people who are flourishing, feeling growth, well-being, etc. So when you hear the word effective, don't think only about the hard things. That captures both dimensions, okay? So that has been my at least scientific goal in life,
is to try to find the keys to effectiveness in teams. And I have particularly studied management teams. Okay? And do you know what management? The team of managers sitting, for example, at the top of the organization, and if it's a big organization, you have management teams in different levels. But I definitely, this model I have developed is really useful for teams, other types of teams as well. So if I just find my presentation, you can see that this model is particularly useful for what I would call problem-solving teams, decision-making teams. Not necessarily football teams, not necessarily bands, orchestras, surgical teams in the hospitals, even though a couple of the factors would apply to them as well. But I'm talking about the teams where you need a good mouth, a pair of good ears, and a functioning head. Do you know what I'm saying? So it's not the way you play your guitar, it's the way what comes out here. And how well are you at listening to what people are saying? And how is the connections in your brain when you listen to things? What happens in your brain then? Okay, that's the types of teams I've been looking at, studying. And also what I like about talking about this model is that it's a research-based model. I work half-time at the University of Oslo, doing research on teams, and the other half of the time I'm a craftsman, meaning I'm not a carpenter, but I love to have my hands deep inside some troubled team and try to help them to function better. Actually, I worked 7.5 years as a family therapist. That's one of the most advanced teams in the world. Your couples, your families, to have your family function as a... I like that you nod to that, definitely. So it's a research-based framework, meaning that we have quite a lot of research saying that these 7 factors I'm going to present to you today, we know it from research that they are important. But also they are practical in the way that I've spent time using them, seeing that does something happen if I push button number 3 of these 7 buttons? And yes. I mean, it's not always easy, but it works. So my goal today is when it's 9:15, you will all hear, unless you're sleeping during my lecture, you will at least know what should I do, what can I do to create a better team, but more well-functioning team, a team where people flourish more or feel more satisfied with the team, okay? Let me start by giving you an overview of this model. And I sent you the slides. Will there be any way for these people to get access to the slides? There's the ones you sent me. Yes? Are they the same as these? I can send you the update. I always update my model, yes. Yeah. But you can send so people can, they know that they can get it? Yes. Perfect. And let me also tell you, since I only have 1 hour, this model is slightly bigger than I will present to you today, so, meaning that I also sent you an article, so they can also get the article. If you get hooked on this model and want to read more, you have the chance to do it. Okay. And it's in English. Yeah. So let me give you an overview of the model. First, we can say that there are some basic conditions for a team to become effective. And here, I hope you all can think about some of your own teams or your family or couple relationship, thinking, is it fair to say that all teams, if they're going to be really good, they have to have some basic conditions? There are actually 2 persons who will never become a happy couple. Do you think that's true? I mean, I don't say it's not possible, but sometimes a combination of 2 people, 2 persons, will not make it. Good.
I mean, when I started doing couple therapy, I was naive and thinking that if you just talk together for 1 year, you will become happy. I was very, very young then, and now I'm 61, and I know it's not. And I divorced once, and I know it's not. It's not that way. And that's the way in teams as well. You can ask yourself, do we really have the basic conditions for becoming effective, or are there something which will prevent us from becoming effective just when we look at this group of people, right? And then we have a box called the processes, meaning, okay, we might have the basic conditions, but do we communicate? Do we interact? Do we work together in a way that makes us effective? Or perhaps it's something in the way we are dealing with each other where the problem lies. The third box in this model is called emergent states. And I will spend some time unfolding this box. But just bear with me now, thinking that when people are interacting with each other, can you agree that there will emerge some psychological states or relational states which might make it easy for us to function in the future or make it difficult for us to function in the future? You might have some thoughts in your head. I'll give you my answers to what kind of emergent states I'm talking about. And the last box is the output. So if these three first boxes, if you say, yes, 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 we have the basic conditions, we interact in a fantastic way, we have created fantastic emergent states, then you will certainly say, and we produce not only satisfactory outcome, but we are a high-performance team, really satisfied with what we're producing. But I think at least once a year, twice a year, sometimes every team should actually stop for a moment and ask themselves these 4 questions. Not only in their head, because I know most of us ask these questions to ourselves even though we haven't seen the model, but also to be able to gather my team and say, should we discuss, do we have the basic conditions? Are there any things in our way we interact that we could do differently? Does it emerge some of the important states we need? I'm so glad. I hate being standing here, but okay, I'll try. Can you hear me? Can you all hear me? Even when I'm going here? Okay, great. So do we create the relational states we should create, and how satisfied are we with the quality of what we produce? Let's start at the right side of this model with what the team produces. So what are the criteria for calling a team an effective team or a high-performance team or a high-performing team? The first criteria, and this model I teach you now is, I mean, everything I'm saying today is stolen from other researchers. Nothing is invented by me. That's research, actually. You build upon. I have fine-tuned, tested lots of these models, but still. And this model comes from Professor Richard Hackman. He's dead now, but he was at Harvard Business School, and he's really one of the big gurus in team research. So mark his name, Richard Hackman. He wrote a book in 2002, Leading Teams, which is the best team book I know of. And his model has actually gone all over the world. So every team researcher, at least 90% of the team researchers will say we use Hackman's criteria for telling if this team is a high performance or not team. So the first criterion is ask yourself, does our team create high quality task performance? This is a typical not high performance team. Do you agree? Yes, I hope so. So let's be specific. So bear over me with a slight academic sentence, but I think it's really the essence of what this is about. So the point is the productive output of the team, meaning its product, service, decisions,
do they meet or exceed the standards of quantity, quality, and timeliness of the team's clients? The people who receive, review, and or use the output. Okay, so if I'm in a team with the three of you, and we are so pleased with what we are producing, we love what we are producing, it's not a sign of the performance of our team. We have to ask the people who use what we produce, our customers, users, clients, inhabitants of Iceland, whatever, to check out, do we need their requirements? Okay? And there are so many teams who fail on this criteria. And also, it's sometimes, not only sometimes, a lot of times, it's difficult to have this outside perspective. But still, if it's difficult, you should really try to ask people, are you satisfied with what we're producing? Do we do a good job? Okay? So you can't call yourself a high-performance team unless you're producing something that the people who uses the products think is valuable, okay? I think that's pretty obvious. The other criterion, which I really love, as Sigastina also loves, that's now you invited me, you said, because Hackman says that you should also ask yourself, and then you can be individual team members, what's in it for me in this team? So the group experience, he says, contributes positively to the learning and personal well-being of individual team members. So to ask yourself, what do I get out of being a member of this team? Am I learning anything? Do I grow? Do I develop when I'm part of this team? And also, do I thrive? Do I feel well? Do I feel good in this team? And these two criteria, sometimes they differ, of course. Can you see that? So sometimes we have to work in a way to reach this high-quality task performance that doesn't feel very nice to me. So it's not always easy to combine these two criteria. But still, I love them. And when I'm doing team research, and as I said, when most people or most researchers in the world do team research, they measure both these two dimensions. Okay. So, and it's actually one more criteria Hackman puts up. But I will still call these two first criteria, high performance, task performance, and individual being. That's the two main criteria. The third criteria is some kind of means to reach these two first criteria. So he's saying that you should also be occupied by creating some kind of emergent states that enhance the team members' capability of working together interdependently in the future. So the way we work, do we get better and better to do the work together? Or if we look back the last year, would we say that we have produced rather good results, but we are getting worse and worse to produce together. We're not increasing our ability to work together as a team. I guess some of you have been on teams that have been poorer and poorer to work together. Okay. We have all experienced that, I think. Okay, so let's dig into this. What do you mean by emergent states, Henning? What are the main emergent states? And I select two emergent states which we know are really important and also slightly difficult, at least for some teams, to create. The first emergent state is called team psychological safety, or only psychological safety. I'm scared of heights, so I don't even dare to look at that picture. The mother of this concept
Her name is Amy Edmondson. She's professor at Harvard Business School as well. And she's really, I'm so fan of Amy Edmondson. I have to tell you, she was coming to Norway a couple of months ago. And I heard about this in January. And I've never met her. So I sent her an email asking her, could you come to dinner in my house? I mean, I've never done that before with people I don't. It's like asking Paul McCartney, hearing you coming to Norway. that was the feeling. And she replied, yes! I mean, I was so proud. So I had her at dinner with a couple of friends, 15th of May. I will never forget that. I can show you pictures in the break. Okay. But she's a very well-known researcher, so mark her name. Go on YouTube, write Amy Edmondson. She has 2.5 minutes lecture. Isn't that fantastic? So she named actually Teamwork on the Fly is the 2.5 minutes. She's great. And I think she has really hit something when she talks about team psychological safety. Let me introduce this concept in... Yes, I've got time to that, because Google Corporation, you all know about Google Corporation, in 2012, they had lots of software engineer teams. And they discovered that some of these software engineer teams were crappy teams, poor teams, bad performing teams. Some were mediocre performing, some were top performing. So they wanted to find out what's the difference between the bad teams and the good teams. So they launched the project Aristotle, they called it, doing research for 3 years on what is the difference between the good and bad teams. And they found 5 factors distinguishing the good from the bad teams, but there was one factor that was trumphing all the other factors, the kind of underpinning, and that was team psychological safety. What is team psychological safety about? It's a shared belief that the team, our relationship, is safe for interpersonal risk-taking, is what she's saying. Meaning that as a member of this team, I know that I will not get embarrassed, I will not get rejected, I will not get punished for stating my opinions, views, and ideas openly, even though I know that my boss there, she has another opinion, but still I know it's perfectly okay to say my opinion. I don't have to wait for knowing what my boss means. And at least in Norway, we have lots of that up in the hierarchy. I know that I will not get embarrassed, rejected, punished for disagreeing, for saying, I really disagree with you, or to even be critical to what you're saying. You might argue against me, and it might be a slight fight between us, but still, you will not reject me. And I will not be rejected, punished for asking questions, showing doubt, showing vulnerability, uncertainty, admitting that I might have done something in the meeting with the other group last day, which I'm not sure if that was the right thing to do, what I said. Could we spend some time talking about it? So let's call it to show vulnerability. So the first 2 points is being tough, I mean, stating what you think, disagreeing, but also to say, I'm not sure. I don't understand this. What she discovered is that in a lot of people, if you just ask people, first time in a group, do you feel psychologically safe? Most people will say, yes, of course. I must tell you, a couple of weeks ago, I visited a top management team from another Nordic country. I don't tell you what country, but it was in the police force. And I talked about psychological safety, like I did now. And then the boss, which was a kind of alpha male boss of this group,
he just stood up during my talk and said, people, Henning is talking about psychological safety. Does any one of you don't dare to say what you think in this group? It was fantastic. And I was just going to spend one day with them, so I thought, okay, hell, I must talk with this guy in front of the others. So I asked him, if there is any person here who feels not that safe, how easy do you think it is for that person to say it? And he started to, row his boat, and yes, it was fantastic. But I wonder if you think about, I don't say that you always feel unsafe. Most of the times I feel pretty safe. But when I ask myself, because I could also say that I dare to say, but it's not wise. It's not wise. I know that if I say it, if I start being critical, I will lose points. Some person in the group would start to dislike me, which is not that bad, but I need to have a good relationship with you, so it's not wise of me to do that. And when we use that definition, I think most of us can see that this team psychological safety is not something that comes with a kind of snap. You have to work for it. If I ask you, what is important, what can you do to increase the team psychological safety? If you're going back to your groups now and you want to increase your team psychological safety, any ideas what you should do or should not do? Let me see if it's possible to have a hand or two here. Let's say if you're the leader of a team. To listen. So when people speak up, say what, or they even, God forbid, disagree with you, or perhaps, you listen. Perfect. First, very good answer. I would check if somebody is agreeing with me anytime. That's good. So to check and really to be open to disagreements. Is there any other things, and it's actually written here, which is particular, and we have research on this, and this is actually what they did in Google. It's some of the points you should do, particularly when you are leader of the team. Exactly, and there was another person saying, show vulnerability. So it's the last point. It's so important when you have high status in a group to show that I doubt. I don't have all the answers. And I meet a lot of leaders who have been trained to say that sentence, but everybody knows that it's not true. So you have to be authentic about it, right? But there are lots of managers here. Do you all know the answers every time? I don't hope so. So to be able to see, I'm not sure, I'm in doubt on this question. Actually, I felt I had a bad performance when lecturing in Iceland last day. To admit things like that is important to create safety. So we call this a kind of emergent state, meaning that you can't decide. Could you all decide that we are safe? Yes? No, that's not the way. You have to work this safety into the group. You have to develop it through the way you interact and communicate, actually, listen, and etc. And the other emergent state that you should also be aware of, and sometimes that's really easy. In a football team, it's rather easy. Not easy, I wouldn't say easy, but it's easier to create what we call team spirit, team cohesion. But in teams, project teams, for example, the team spirit will not develop immediately. It's not like the first time we're together, now we have a lot of team spirit here. No, we have to do something together to create that team spirit. Let's just dig into what team spirit is, because I think we can get some ideas of what we can do to boost the team spirit when we look at how it is defined. It's
a typical and easy to remember definition of team spirit or team cohesion is the strength of the bonds linking team members to each other, linking team members to the group, and linking team members to the goal of the group. At least in my mind, I think it's so picturally to see for me how strong are the threads behind us, between us. So there are actually 3 components, as you can see, in team cohesion. One is interpersonal attraction, meaning that, let's go back to our team. We are 5 people. You are the first row here, and me. So the first criteria is, do we like each other? I mean, not falling in love with each other, but would I say that, yes, when I look at you and we've been together a couple of days, yes, I like to be together with you. And especially thinking that it might be the 3 persons behind you, and don't feel offended about it. But just think about it. Sometimes when you're in a group and there are more project teams, if you think, I'm so glad that it was this group with these people, even though I don't know you, but you seem to be more familiar with me and I like to spend time with you. So interpersonal attraction is one thing, meaning that you don't have to, I say, love them. But in this team, I like that we are together. Secondly, what they call team pride. That's not interpersonal attraction. It's, am I proud of this team, of what we're doing together? Would I say, I'm really proud of what we managed to get out of this team? And the third component of team cohesion is called commitment. Commitment to goals. So how committed am I? Because I'm member actually of this project team as well, and the project team there. So have we managed to create so much commitment to our goals? So I'm willing to bleed. I'm actually willing to, and sometimes there's a competition here, to sacrifice some time from their group to our group because it's so important to me what we're doing. Okay, so this is let's call it the 4 criteria you should be obsessed with creating in a team. High performance, task performance, individual well-being and growth, enough psychological safety so people can feel that they can be themselves, speak up, etc., and a certain level of cohesion and team spirit. And then we comes to what ingredients do you have to put into the team to create these kind of results. So let's start with the input factors. What are some of the basic conditions for becoming an effective team? The first condition is really, it's so obvious because it helps to know where you're heading as a team. So to make sure that the team has a clear purpose or goal, so everybody in the team know, why are we here? All members of the team know what the team is responsible for delivering. For example, to the clients, to the customers, to the users, but also what do we expect the team members to create for each other? So, have we discussed that we should really try to act as a team creating well-being among us? Or growth? Is that do we agree that that's actually a goal in this team? Lots of the team I'm working with, they think purely of how we can create good results for the outside world, which is important. But knowing that there is actually a high correlation between what's happening, how people feel in the team, and the way we produce, or the products we produce. So I think it's important also to talk about that. What do you expect to get out of being a member of this team? So ask yourself questions and ask the questions in the team. What is our team supposed to produce, to create? What is our team responsible for? What are the key deliverables from our team? Secondly, we know that if you're looking at what
what kind of tasks, or let's just look at the agenda item on the meeting. Will the team say that we're dealing with exactly the right tasks in this team? And a lot of the times people will say, no, when we meet, there are too much trivial topics. We don't deal with the important topics. You might do that, but I have been to a lot of teams. When we look at what they discuss when they join together, it's too much trivial, simple things. It's not the really important things that we should spend more time on. Secondly, do we spend time on topics which need all the persons in the team's input from? Or do we meet and we spend time on what the 3 of you like to discuss, but the other 4 persons in the group think that why are we here listening to you discussing it? So you need to spend time on topics that all people in the team think that, well, this is really necessary for me to be here. And the third criteria, which a lot of teams fails on, is if you can imagine 3 types of tasks or topics in a team meeting. Information topics, meaning, this is an information meeting actually. I have something to tell you. Open your ears, ask a few questions. No discussions today. Okay? That's orientation. Or discussion. That's quite another dance, isn't it? Now you don't have just to listen. I need your feedback. I need your viewpoints. So let's engage in the discussion. Or the third type of production in that kind of meeting is today we have to agree on something. Or I will decide on something, so today we have to try to converge, try to decide on what should we do in this case. Lots of teams I'm working with, they complain that there are too much information issues in the team. We should spend more time discussing things, for example, especially in management teams, actually. The third, it's the 5th factor, but the third input factor is the people in the team. That's what I started with this morning, asking you if do you think there could be 2 persons who will never make it a happy marriage. So think about, is our team well composed? And there are 3 things you might think about. One thing is team size. Size matters, folks. It does. Everyone here, if you spend time in a team with 12 persons, know that that feels very different from being in a team with 4 persons. You don't have to be a researcher to know that. I mean, I'm such a nerd. When I'm having dinner parties, I experiment with that. Inviting 4 persons, 6 persons, 8 persons, and see what's the number of persons where it's difficult to have a conversation during all night, all the evening. And you know the answer. When does it become difficult to have an ongoing conversation among the whole group in a dinner party? What would you guess? Yes, 5, 6, like that, 4, 5, 6. When you were up to 8, you will certainly split into, yes. How many did you invite with Amy? 7 persons. I looked up in my textbook. Love that question. Okay, so I mean, sometimes it's not possible to decide on the size, but still to know that if it's possible to keep the size 6, 7 or less, that helps. Secondly, I know you all know about that. How many times have you ever thought of this thought that this team could be fantastic hadn't it been for person X or Y? You must have thought sometimes about that. So to think, do we have the right competencies or even personalities in this team? And when I'm talking about competencies, when I'm doing research on this in Norway,
we differ between what we might call professional competencies. So here we have a very good psychologist, a very good economist, right? We can talk about intellectual competencies. I mean, how bright are you in your brain? And the third component of competencies is where I find most stuff. When I ask myself or the team, do all people in this team have the appropriate interpersonal competencies? So I can ask you, would those of you who feel that you're a kind of gift to the team interpersonally wise, please raise your hand. Yeah, we have one person there. Great. I mean, don't we, all of us, have something to gain? There are some failures, or perhaps that's too strong, but I'm observing a lot of teams, both in my work with teams, but also in my research. And I don't see a lot of really personality disturbed persons. But what I see sometimes people where I think, could you please stop talking now? It's pretty easy. You have been talking for 2.5 minutes. Please stop talking. It's easy as that. Have you met those persons? Some of you have. Or the other. Could you please start talking? I've been observing the meeting now for 3 months and I haven't heard a squeak from you. So please say something. When you're getting very engaged, as you call it, you sound like you're mad and angry like hell. I'm just engaged. Okay, I have taped you now, the last meeting. Please listen to this tape. And sometimes I think also, okay, here we have a lively discussion. And some of the people should put more grease on their nerves. Would you understand that? Meaning that when it starts to get tough, don't take it so personally. I mean, if you say that we should have a healthy exchange of opinions and let's get tough, then you have to bear it. I mean, you have to stand it also. So it's more along those dimensions when I'm talking about, do we have something to gain on the interpersonal competencies? And I think everyone has that. So when I'm doing teamwork or team development, we always have a round or 2 or 3, one person in focus. What's the goal with you? That's the first question. She's now in focus. We don't do the exercise here, but let's just think about it. So what do you contribute to the team that we really like? And it would be really bad if you left the team, because this is what's really good with you in the team. And what would we like to see more of or less of differently that could even contribute our team to make it even better? And I don't know how familiar you are with this, but most of the teams I'm working with say, do we dare to do this? Is this constructive? We never said it before. But my main assumption here, and we know quite a lot about it, is that, and I will talk more about it in a couple of minutes, is that most teams don't develop because they don't allow themselves to speak about how could we get better, and even to be constructively giving each other feedback on these things. And the third component of composition of the team is, do we have a balanced mix of people? Let's go back to my practice as a couple therapist. Because sometimes I met a person, you are married, the two of you, yes, you're writing there, you are married to him, just as you know it now, and you're coming to couples therapy, and I've had you for 6 months. And what I've discovered is that you are a wonderful person. Lucky the man or woman who will get you as his or her spouse. And you are a wonderful woman as well. So 2 fantastic people, but together you're hell. That happens.
And that happens in teams as well. And what I could speak much about this because I think it's so interesting that what is problematic, going back to our team, if you purely know me from this team, you don't know Henning. You know Henning with this team, right? So I might be a better person when I'm joining their team, but you don't know it. You think I'm a jerk because you elicit the jerk in me. So also to invite a discussion in the team, what am I getting the best out of me in this team? What could we do differently? What could you do differently to help me to show the best of my sides? Okay. Let's go into the process box. So what characterizes the interaction of effective teams? I have 2 points. There are much more points, but I'm packing 4 points into this. Because all teams have team meetings. And if you're going to have an effective team, good team with people feeling well-being, you should run what I call run effective meetings or good meetings. And there are 4 ingredients I will talk about. The first is the importance of when you're introducing topic number 1 on the agenda, please be very clear on what's the goal of bringing up this agenda item. Let me be clear about this. So when you're introducing the first topic on the agenda, there are 5 topics on the agenda, you have to state clearly what you want out of the discussion, what you want the meeting to focus on. Actually, to think about what do I want to be produced during the next 30 minutes. For example, as I said a couple of minutes ago, is this an information issue, discussion? So what I want to be produced in this meeting is information, knowledge with you. So just open your ears, please don't discuss, please just ask me questions. Or do I want to produce a better solution? So here I need feedback from you. Here I need viewpoints, not only what is good about it, but also what is bad about it. That's another production. And perhaps also think about, well, we have 30 minutes to discuss this thing. Is there any question, any question I would particularly like us to focus on? I remember when I did my PhD, I filmed 10 top management teams. And I remember an HR director in the team introducing her 40 minutes in the management meeting in the following way. She said, now we got results from the climate survey. Do you know what a climate survey? It's not the climate, but it's a work environment survey, right? We got it last week, and I sent all of the members of the management team the report. Have you read the report? Yes, the team member said. Okay, so we have 45 minutes to discuss it. Come on. Wasn't that a good way of introducing? Was it? Good. It was not good, right? So what lacks? She's saying, well, isn't it pretty clear? We're going to discuss the results from the climate survey, and we have 45 minutes to discuss it. What lacks? Yes, why should we do it? Or is there anything in particular we should discuss? So, I mean, it might go good. What happened in this meeting, after 10 minutes, it broke completely down because people had really prepared discussing, but they prepared so different things. And actually, the first person who started the discussion, he hadn't looked at the result because he was so provoked by the questions in the questionnaire. So he said, okay, I'll start. Let's start at page 1. Question number 3. Look at how that question is phrased. And you saw people getting really white in their face, and nobody stopped him. And also sometimes is, as one person said, it's important to say, why do I bring up this issue in the team? So I'll ask you, does it happen that you're in a meeting and you're not really sure what this meeting is about?
I think we all have experienced that. What I also experienced in my research, I interviewed 21 top managers, asking them the same question. Have you been to a meeting where you don't understand what the meeting is about? Yes, they said. Do you always then raise your hand and ask what's the meeting about? And what did they reply? No. I mean, I do it sometimes, but not all times. So to find out what prevents us from raising our hands, asking, sorry, before we go further, what's this meeting about? Is there anything in particular you want us to discuss? But it's so easy not to do it if when this person says, okay, hands up, what do you want to discuss? Or let's discuss this, and you have 6 hands raising, have something to say. It's slightly difficult for me to say, before the others, I don't understand what we're going to discuss. Because then I feel like a stupid person, for example. The point is, what we also found out that I have videos from 60 different items being discussed. And we saw that if this person, you for example, you had an introduction to the topic which was really unclear, we didn't understand a thing. But the good thing is that when you were finished, he said, before we go further, is there anything in particular you want us to focus on? So if you have at least one person in the audience or in the team saying, what's the point of this discussion? You get the discussion back on track. Or you install what people would like to discuss. So let me just show you some of the research of what we found. Here are 56 different topics scaled from very unclear introduction to very clear introduction, evaluated by the team members actually. So after each case, we stopped the meeting and asked the team members to evaluate how clear was this person on what she wanted with the discussion. Okay? On a scale from 1 to 7. And then after each item, we also measured what we call team effectiveness, which was how satisfied are you with the quality of what you produced during the discussion, and what's your feeling of well-being, growth, how do you feel inside? And we have smiling faces like, okay? And can you see that the clearer the person who introduces the topic is, the higher is the chance that the meeting will be experienced as effective. Can you see it? And it's actually a very clear association between these two variables. Some of you might be interested in that topic, for example, saying that, well, we didn't understand anything of what she was asking us to talk about, but when we ended the meeting, we were all really happy about the meeting. But it's very, very lonely out there, isn't it? Right. So, but that happens. Secondly, stick to the topic and discuss according to the goal set. So it's not enough to set a goal. Are you really good at keeping your discussion focused on the topic? And we found the same pattern there. But let me show you. When I'm sitting in the meeting now, sometimes when I'm getting a little bored, I do this. And I do it all the time. I observe meetings. So when we start the meeting, I write on my paper 2 lines. And when people start to talk, I write lines within these or out. So here, the first person started discussing to the topic, and then suddenly, the discussion went out in red zone, and we discussed something completely else, until the chairman said that, well, we should go back to the topic. It's 5 minutes left. Okay. Have you experienced this? You have? Yes, of course you have. What we discovered is that the really good meetings aren't without digressions. Because, I mean, we have to be creative. Sometimes that's what drives the discussion, but we're not staying outside there. So to think about, is the discussion in the green zone or the red zone?
The third challenge a lot of teams have is, do we dare to challenge each other? Do we dare to, I mean, not confront, but to disagree with each other? Do we dare to engage in healthy exchange of ideas? And before I get to the fourth point, I'd like to make a small experiment with you. And if any one of you are feeling anxious when the psychology asks you to close your eyes, so I'm not that kind of psychologist. So I start with this part of the group. I ask you to either close your eyes or look down. Don't look at the screen, okay? So it's rather good to close your eyes, actually. It's so early in the morning. So you keep your eyes open, you close your eyes or look down, okay? Just keep your eyes closed. Keep your eyes closed and you have it open. So you just think about the answer. Keep your eyes closed. Great. Okay, now you can open your eyes, even though it was good sitting there with your eyes closed. And you can close your eyes, please, or look down. Don't look at the screen. Perfect. So keep your eyes closed and you have your eyes open. Think about an answer. It's a fairly simple question. Okay, can you all open your eyes? Okay, how many sticks were lying in front of the man? Or the men? Man. 3? Yes? Agree? And you agree also? You don't? Sure? How many sticks? 4? Can you go on the fire for that? We say that. What is the English expression for gå på bålet? Do you say that in Iceland? Gå på bålet. Okay. Okay, so you say 3 and you say 4. I will make this audience into a seeing audience, and that doesn't happen very often. But just look at this. These two persons have been standing there now for 20 minutes arguing. It's 4 sticks. No, it's 3. It's 4. Do you deny fact? It's actually 3. So, what is your advice to these men? Because you have become seeing. Could you give them an advice? Change point of view. Exactly. So this is an introduction to the fourth challenge in meetings. To try to become more dialogical. And I'll tell you what I mean by that. It's a difference between being in dialogue and being in monologue. You're talking all the meeting, that's a monologue. But perhaps you say, no, I'm not talking all the meeting. We all 6 persons talk, but you are serious monologuing. So you're talking, she's talking, right? And then you say, then we've heard all viewpoints and I'll sum it up. So that's not dialogue, okay? But debate is not dialogue either. Meaning that, we have lots of discussions and we get really angry and mad and etc., etc. But the point with debate is, I am right, you're wrong. So I know I want to convince you. So that's not dialogue either. So the point, and go back to these 2 guys standing there, is to teach them these 5 ways of speaking, which is the essence of dialogue, at least according to Edgar Schein, William Isaacs, and Bang and Middelfart. Bang and Middelfart, it's not a good name in English. We should change the name of our company. It works in Norway, actually. So dialogue is point 1. Let's call it having a kind of curious learning orientation, meaning when people mean something different from me, I would be curious. How come you say 3 when I say 4?
Also open and respectful exchange of views. So I think it's okay to say 4, but not say, don't you see it's 4, you jerk? That's not very respectful. Right? So, but be clear. And curiously exploring others' views. When other people have different views from you, you should, I say, you can argue with them. But still, it could be interesting also to say, well, Gabriel, how come you think, I really like to see it from your perspective, even though I think you're completely wrong. Let me try to take your perspective, just for a moment. And the last part of dialogue is not only to state my views, but to try to build on the other person's views. It might be difficult to do it, but can I try to integrate what you're saying into my arguments? And we actually, the study of 75 management teams in Norway, we found quite a big relationship between being dialogical in the way I've talked about now and team effectiveness in team meetings. 7th, I'm stretching the time, 3 minutes, 5 minutes. Yes, okay. So this last point is to become a kind of learning team. And team learning is about detecting, discussing, and correcting errors. And that's what we will be talking or working with actually in the workshop. So to have a team where it is allowed to identify errors. You want to take a picture of that? But let me decompose it, but because it's really to be able to see what can we do better in the team. And most teams, when I interview people, they say, we know what can be done better. But when I ask them, have you said it? Have you discussed it? They would say, no, we don't dare to do it. So to be a learning team, you have to open up these communication channels to say, should we spend 1 hour to talk about what can we do better? And actually do something about it after we have been talking about it. And I love the word experiment, which is also from Amy Edmondson, because some people say that, okay, so you want me to talk less in the team? Okay, I shall talk nothing in the team. So to think about, okay, let's experiment with that. You saying nothing, and perhaps we will give you feedback. Perhaps could you say something more? So you want me to be more structured as a chairman of the team? Okay, I'll give you structure. Okay, let's experiment with that. And also to create learning arenas, meaning you should have time, say 10 minutes after the team meetings, should we evaluate how the meeting was? That's a learning arena. Should we spend 2 times a year, half a day, just talking about what could we do differently in our team? And finally, sometimes when you do this exercise, you know that there are some elephants in the room. So do we dare, when we got the chance, I've just now come from a team where the team leader said, I want to invite you in, Henning, to talk about what we can do better. I don't think it has anything to do with me, but I'm very open to feedback. And you all, I hear from your laughter that you know what's going to happen. Because they said that, well, there are quite a lot of things about you. And that was a very tricky session, actually. So I'm working with them for a year. But they decided that they wanted to talk about the elephants. And that's not also always easy. So here is the model. This is what I'm saying, that at least you should know something about what buttons to push, what you should talk about, what you should address when you want to create an effective team. Okay, thank you for listening. Thank you. Thank you so much, Henning, for a very interesting lecture. Thank you. Yes, I was listening a lot and thinking about our teamwork of the organizations, the 3. And the first thing that I thought of, that we are always so happy about our work, but we are in the state of getting it
criticized. Like we are looking at that, so we're in that stage now, and that's what I wanted to talk about a bit next. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá því sem við erum að vinna með í viðmiðum heilsueflandi starf á vinnustöðum. Við erum búin að svona gróflega teikna upp viðmiðunarlista og þeir eru svona í anda þar sem við höfum unnið varðandi heilsueflandi samfélag, heilsueflandi skóla og þá vinnu sem við höfum unnið að undanförnum árum hjá embætti landlæknis, byggjum svolítið á því. Og við horfum líka til eins og heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og við horfum til ýmissa svona erlendra fyrirmynda í þeim efnum og við erum svona í þeim fasa að fara með þetta í rýni. Þannig að það á eftir að breytast mikið og við viljum frekar gera vinnuna vel heldur en að flýta okkur að henni, þannig að við erum svona í þeim fasa núna. Mér langar aðeins að segja ykkur eftir áramót ætlum við að hafa 2 aðra fundi sem að verða þá annars vegar styrkleika miðaða vinnu og hins vegar ætlar, þá Ilona Bonnivel sem að sérfræðingur í styrkleikum sem ætlar að vera með okkur. Við erum svona að vinna í því að finna tíma með henni og síðan í maí, það staðfest 19. maí, ætlar Kristína Marslag að heimsækja okkur og hún ætlar að tala þá heilbrigða streitu og hún hefur verið að vinna í því að vinna með leiðir og rannsaka mikið varðandi kulnun og leiðir til að koma í veg fyrir kulnun. Og þannig að við svona vonumst til að sjá okkur aftur þá. En næsti fyrirlesari okkar Valgerður Hrund Skúladóttir. Valgerður rafmagnsverkfræðingur, hvorki meira né minna, framkvæmdastjóri og einn af stofnendum Sensa. Hún hefur starfað í 25 ár í upplýsingageiranum og svo heppin að hafa upplifað ævintýralega þróun í þessum geira, eins og hún segir sjálf. Þessar breytingar hafa að hennar sögn og eru að hafa í för með sér kollsteypu í hvernig við öll lifum og störfum. Og þetta finnst mér nú aldeilis spennandi lýsing á hennar upplifun á því sem hún að gera og hlakka til að heyra. Þannig að bjóðum bara Valgerður velkomna Takk. Komið sæl. Henning, I wish I met you before. I've been going through 5 years of all kinds of experiments and, really would have been able to use your advice. Eins og Sigga Stína sagði, þá ég sem sagt búin að starfa í upplýsingatækni og ég verð að segja að þetta svona hópur sem svolítið fyrir utan mitt comfort zone. Og því að ég held ég hef aldrei talað fyrir fram á svona margar konur. Venjulega erum við 95% kallar. En sem sagt titillinn á eftirfarandi spjalli mínu hægt að kaupa heila. Vísar í það hvað það væri stórkostlegt ef að við getum og viljum nýtt fjölþætta hæfileika heilans í störfum okkar. Ég hef sem sagt unnið í upplýsingatækni í 25 ár og eins og þau öll vitið, eins og Sigga Stína í rauninni vísaði í mig, þá hefur tæknin tekið algjöra kollsteypur á þessum tíma. Þegar ég byrjaði, ég hef unnið mjög mikið í netkerfum, það svona grunnurinn sem ég kem frá. Þau voru eiginlega ekki til þegar ég byrjaði. Það voru það voru fyrstu netkerfin í fyrirtækjum að vera að setja þau upp. En og núna erum við náttúrulega bara í svona fasa það sem að tæknin í rauninni að gjörbreyta líf okkar. Nú á sama tíma sem sagt umræðan þannig að tæknin sé að taka völdin. Og við sem manneskjur þá sitjum við bara eftir og höfum ekkert að gera. Það gervigreind og sjálfvirkni og allir þessi hluti sem að bara taka þetta allt fyrir okkur. Nú, þetta ekki upplifun hjá okkur, hjá Sensa og ég ætla aðeins eftir að segja ykkur hver við erum og hvað við erum að gera. En okkar upplifun svo að einfaldari, venjubundin verkefni að hverfa, það kemur svo sem engum óvart, en aftur á móti að fjölga verkefnum þar sem flækjustýrið orðið meira
og þú þarft að skilja samhengi hlutana. Það er sérst ekkit nóg að vera alveg rosalega góður í því sem þú ert að gera, heldur þarftu líka að geta átt góð samskipti við aðra og geta nýtt þína rökhugsun til þess að leysa vandamál og komast að bestu mögulegu niðurstöðu með öðrum. Og þarna geta leiðirnar verið margar og oft það tilfinningatengdar og það meira að segja í tækninni við erum með rosa mikið af trúarbrögðum. Nú, þarna kemur heilinn inn, og það eru nákvæmlega þessi þættir sem eru hérna á skjánum, sem eru verkefni heilans sem við erum að sækjast eftir. Við viljum að fólk komi með heilan, með öllum þessum eiginleikum og nýti alla þessa eiginleika í daglegum störfum hjá okkur. En það er ekki nóg. Ég veit að ég með fólk með svona heila í vinnu hjá mér, eða vinnu með mér. Spurningin svolítið hvað hægt að gera til þess að auka líkur á að þessi fjölbreytilegu, skemmtilegu eiginleikar séu nýttir til þess að við séum að takast á við þessi verkefni og breytingar sem við stöndum frammi fyrir. Og nú ætla ég að segja aðeins söguna á okkur. Fyrir 5 árum síðan þá stóðum við frammi fyrir því, ég og mitt samstarfsfólk, fyrir því verkefni að við vorum að sameina 3 hópa. Þetta voru 3 hópar sem áttu mjög margt sameiginlegt. Helsta það sem að sameinar okkur mikil ástæða fyrir að bjóða, ástæða fyrir tækninni, við erum algjörir nördar og höfum mjög gaman að bjóða lausnir og þjónustur í upplýsingatækni og við vinnum fyrir fyrirtæki. Og til skýringar að þá erum við í því sem að þið sem almennu notendur sjáið venjulega ekki, þar að segja við erum í innviðum upplýsingatækni. Innviðirnir búnaðurinn, kerfin og lausnirnar sem að flytja og geyma og vinna úr gögnunum sem að þið eru að sýsla með allan daginn. Við erum líka að tryggja öryggis í fyrir rúmi sem nú ekki síst mikilvægt núna og tryggjum það að þið hafi gott aðgengi af því sem þið þurfið. En höldum að frá með söguna, þetta var smá útidúr. Þó það hafi verið margt sem var sameiginlegt þessum 3 hópum, þá þurftum að horfast í augu við það að það var margt ólíkt í skipulagi og menningu þessara hópa. Stærsti hópurinn var UTC Símans, Sensa dótturfyrirtæki Símans í dag. En þessi hópur, sem voru rúmlega 80 manns, þau voru vön hefðbundnu skipulagi, mjög velgreint síló, og það voru alltaf 5 lög af yfirmönnum sem að tengdu þessu hópa. Það voru miklar hefðir sem að þau voru að koma út úr. Enda Síminn rúmlega 110 ára gamalt fyrirtæki núna og á þessum tíma voru yfir í 600 eða 700 starfsmenn í Símanum. Hinir 2 hóparnir þau voru líkari. Þar voru cirka 30 manna, rúmlega 30 manna einingar hver og báðar einingarnir með frekar flatt og fljótandi skipulag. Samt var munur á þeim hópum líka út af því að þessir hópar voru með ólíka nálgun hvernig þið nálguðust markaðinn og hvað lausnaframboðið var. Já, eins og vera ber, var farið í vinnu til að móta sýnina, setja stefnuna, ítra gildin, leggja fyrir framkvæmdaplanið og svo framvegis eins og gert á svona stundum. Að lokum þá lá þetta allt fyrir og það var bara eitt eftir að ákveða og það var hvernig ætluðum að vinna saman til að ná þessum markmiðum og þessu sem voru búin að setja niður. Þessar stóra spurningi var hvernig átti skipuritið að líta út, hvernig átti verklagið að vera. Nú eftir nokkra töflufundi og miklar umræður og pælingar í kringum ýmsar tillögur og við veltum upp alls konar skipurit sem að fengum hugmyndir að, þá bara eiginlega litum á hvort annað og spurum, hvað var það aftur sem við erum að reyna að leysa? Við vorum komið stefnuna, hvert vildum fara og skilgreina áherslur á markkaupum og lausnum og allt þetta sem fólk gerir.
Við áttuðum okkur að það væri mjög mikilvægt, ekki síst í þessu ört breytandi, þessu landslægi sem alltaf að breytast, að við þyrftum að vera sveigjanleg í þeim lausnum sem við værum að bjóða og við þyrftum að sjálfsögðu að hafa viðskiptavinin í forgrunni. En til að standa okkur vel í þessu, þá vissum við líka að þekking okkar og reynsla væri í rauninni okkar mestu verðmæti, það er okkar alfa og omega. Og þá var, sem sagt, eftir stóð þessi spurning, hvernig á skipuritið að vera. En við gerum okkur ljóst að það voru 3 stór verkefni sem við vildum að skipuritið allavega hjálpa okkur við að leysa. Og það voru sem sagt þessi, hvernig tryggjum við að viðskiptavinir okkar hafi góðan og hagkvæman aðgang að þekkingu okkar og reynslu. Hvernig tryggjum við að allir innan Sensa fá að vaxa og þróast í starfi. Og hvernig tryggjum við að Sensa vaxi og þróist og geti gripið ný tækifæri. Og þetta að vera sveigjanlegur og geta gripið ný tækifæri, það er mjög stórt mál fyrir okkur í dag. Í stuttu máli að þá ákváðum við að svarið við þessum spurningum væri fólkið í teymum. Lausnarteymum þar sem að megin markmið er að tryggja við séum stöðugt að horfa fram á við og bjóða framsæknar lausnir. Í lausnarteymunum tryggjum við sem sagt að við séum þekkingu á öllum sviðum. Þekking er mjög mikilvæg, það er mjög mikilvægt að við getum staðið við það sem við erum að bjóða viðskiptavinunum. Og svo er líka mjög mikilvægt að allar lausnirnar okkar séu virðisaukandi fyrir viðskiptavinin. Í viðskiptavinateymunum hjá okkur, þar sem megin markmið er að þeir sem á einhvern hátt snerta viðskiptavinin séu í takt og vinna saman að velferð viðskiptavinarins. Við erum með þessi hinn 3 andlit Sensa sem eru gagnvart viðskiptavininum. Það er tækniborð, rekstrarþjónusta og hýsing og sérfræðiþjónusta. En það er einmitt birtingarmyndin á því hvernig við afhendum þjónustuna. Þar liggur sem sagt í þessari mynd svo staðreynd að teymin þurfa að vera mjög fljótandi og á sama tíma mjög skilvirk. Og því að öll teymin í rauninni gagnvart viðskiptavininum. Þetta var sem sagt hugmyndin. Fyrir 5 árum þá birtum við þessa mynd og það fékk enginn eitt skipurit. Þetta var það sem hópurinn fékk að sjá. Og þetta var hugmyndin og við reyndum að útskýra þetta. Svona vildum við vinna. En hvað þurftum við að gera við framkvæmdina? Hvernig framkvæmum við svona? Hvaða umbreytingar þurfum við að fara í gegnum til þess að geta látið þetta ganga upp? Það eru sem sagt 3 hliðar á þessari umbreytingu. Það eru þessi 3 tannhjól, minnsta það er kerfin. Það er þessi kerfislegu þættir sem vegna aðstæðna höfðu mjög mikið forgang hjá okkur út af því að sjálfsögðu er númer 1 við þurftum að halda starfseminni gangandi. Við gátum ekki sagt viðskiptavinum við ætlum nú aðeins að skreppa hérna, við ætlum að finna út úr þessu og við komum seinna og höldum áfram með það sem við ætlum að gera fyrir ykkur. Þannig að númer 1, 2 og 3 er að halda starfseminni gangandi og vinna verkefnin. Þannig að það voru þessi stóru verkefni, það voru þessi kerfislög. Ég meina við þurftum að fara inn í 1 þjónustukerfi, 1 ISO stjórnkerfi, við vorum með 2 fyrir, 1 fjárhagskerfi, viðskiptavinakerfi og svo framvegis. Og þetta var mjög snúið, tímafrægt og bara erfitt. Því að á sama tíma þá vorum við að reyna að passa upp á uppsetningin á þessum kerfum, samræmdist því að við værum að vinna í teymum. Og ég skal segja ykkur, það var ekkert auðvelt því að við erum að vinna í SAP og SAP vinnur bara út frá alveg ótrúlega hörðum skipuritum. Þannig að við vorum að reyna að huga að gegnsæi og sveigjanleika í þessum þætti og tryggja þessi mismunandi þætti sem við erum að fá út úr þessum kerfum gætu unnið saman og þannig aukið virði þess að við erum að nota þessi kerfi. Og þá er annað þáttur, svona stærsta tannhjólið þarna hjá okkur, það eru nýja leiðir í afhenta þjónustu, eins og ég sagði, ég minna okkar heimur er bara að gjörbreytast og við vitum eiginlega ekki í dag hvernig við erum að afhenta þjónustun okkur á morgun. Og það hefur til dæmis beina áhrif á þekkinguna, hvað þekkingu við þurfum að tileinka okkur og hvernig við vinnum. Þannig að þetta er líka stór þáttur sem við þurfum að hafa í huga í okkar umbreytingu.
Og í þriðja lagi að þá vorum við að sameina þrjár ólíkar menningar. Getum að sett menningar í fleirtölu. Ég geri það allavega hér. Við vorum að sameina þessi 3 ólíku menningarsvæði inn í eitt nýtt skipulag og þessar hugmyndir það bara byggðist miklu meira bara á magatilfinningu heldur við værum að fá ykkur að nákvæma leiðbeiningar hvernig við ætlum að innleiða þetta. Í rauninni þetta skipulag eða verklag við gerum okkur grein fyrir það snerist að mestu leyti bara að menningu hópsins og samleið einstaklingana þarna inni. Svo þetta mjög stórt og snúið verkefni og því engan veginn lokið. En ég ætla að segja ykkur aðeins að hvað við höfum gert og hvar við erum núna. Sem sagt, menningin og skipulagið, það var stóra áskorunin. Hvernig þróumst við inn í þessa menningu sem við viljum og hvernig menningu viljum við hafa í okkar fyrirtæki. Og fyrir 5 árum þá rákust við á glærusjó frá Google, útdráttur bókinni How Google Works. Það var Henning myndist reyndar á hvað Google búið að vera að gera einmitt í svona teymisvinnu. Nú það var við erum náttúrulega spennt fyrir Google, tæknifyrirtæki og samsvörum okkur vel við það. En margt í þeirri bók talaði til okkar og það var ekki síst það sem sneri að teymum og smart creatives sem við þýddum eða fengum góða mann til sem kom með skapandi snjöll, þýðingin á smart creatives. Og við trúum því að við séum smart creatives eða skapandi snjöll og verkefnið hjá okkur sé að nýta þetta hugvit í þessum hóp sem við erum með til að skapa besta sensa fyrir okkar viðskiptavini. Við tókum það sem við lásum í Google-bókinni og gerðum tilraun til að aðlaga hugmyndir þaðan inn í okkar heim. En þetta var ekki alveg svona að við bara tækjum hugmyndir þar, við þurftum aðeins að hugsa hvað það sem við erum að reyna að leysa. Og við vildum fækka flækjum og skapa beinar tengingar út í að hraði svo rosalega mikilvægur í því sem við erum að gera og tryggja þess að við værum að leiða til þess að hugvit allra gæti notið sín á þess að við værum að setja upp ykkur hindranir en samt þurfum við að hafa aga. Við erum til dæmis ISO-vottið og ferlar eru mjög mikilvægir í því sem við erum að gera. Við vildum samráð og eins og ég alltaf tala heilana, við vildum að nýta alla þessa heila. Og á sama tíma þá horfum við ekki á teymisvinnu sem endalausa fundi, út í að það gengur ekki við sem endalausum fundum við heldur og þetta sé ykkur málfundarstofa heldur þurfum við líka að finna leiðir hvernig við tökum ákvarðanir. Og hvernig við höfum samskipti sem hópur á þess að vera á fundum. Nú, til þess að komast að stað, þá byrjum við á því að taka öll administratív verkefni sem tengjast bara rekstri á fyrirtækinu, svona eins og okkar, að skilja það í burtu og mynda það sem við kallum sjálfstýrahópa. Við erum ekki alveg 100% komið þangað, en við erum að reyna að komast í sjálfstýrahópa í kringu lausnirnar okkar, sem í rauninni okkar alfa og omega. Það er þessi lausnahópar. Nú, þetta búið að vera skemmtilegt ferli og fyrir 2 árum þá áttum við 15 ára afmæli. Og þá héldum við einmitt ráðstefnu þar sem við vorum að tala svolítið breytingar í stjórnum. Við fengum Kristján Öreste til að halda fyrirlestur hættulega stjórnun. Og einn af mínu samstarfsmönnum, Hrafnkild Brimar, hann hélt fyrirlestur þar sem hann var í rauninni bara að segja hvernig upplifunin mín sem starfsmann, sem tækninörds í að við værum að reyna að upplifa svona verklag og eins og við sjáum þá heilin á Hrafnkeli mjög skemmtilegur, eins og við sjáum bara mjög fjölbreytilegt það sem hann hefur áhuga á. En ég ætla að leyfa ykkur aðeins að heyra hvað Hrafnkell sagði fyrir 1,5 ári síðan. Og við sjáum hvað þetta virkar í alveg. En svo gerðist einn daginn að deildi mín og reyndar allt sviðið var samin einni dótturfyrirtæki Sensa og
þá breyttu þessu ýmislegt. Sensa keypti svo fyrirtæki Basis, það bætti svo ennþá fleiri starfsmenn, ennþá fleiri yfirmenn. Var kynnt til leik svona flatt skipulag, töluverðar breytingar á skipuriti og við fengjum öll þessa bók hérna gjöf á Google Works. Og þá var lagð áherslu á svona óformlegar, svona fljótandi skipulagseiningar, utan svona mismunandi gerðir af lausnum og hefur mismunandi viðskiptavini, ríkti tölu bjartsýni, en líka óvissa. Það náttúrulega sameininu þarna þrír mjög ólíkir heimar og það eðlilega lagðist mjög misvel í fólk. Mér þótti sjálfum pínu spennandi, ég er nú ekkert kannski sérstaklega hræddur við breytingar eðlisfæri eins og kannski starfsævan gefur til kynna. En það kom alveg tímar sem ég velti fyrir mig hvort þetta væri eitthvað svona sem ég verið raunverulega tilbúin í. En sem betur ákveði það, ég væri nú tilbúin til þess. Það var ýmislega svona gagnrýni sem maður heyrði út undan sér og velti líka fyrir sig sjálfur hvort þetta væri raun og veru, við vorum náttúrulega að koma úr þarna frekar lagsíft umhverfi, hvort þetta væri raun og veru eitthvað flatt skipulag, ekki ennþá einhverjir yfirmenn, þetta ekki að berjast völd og ekki að reka hvern annan og eitthvað svona og ekki uppsagnir í vændum, ekki allt bara að fara til norður og niður. Og það voru náttúrulega einhverjar hrókeringar og svona yfirmennum fækkaði frekar en fjölgaði á það heila. En í rauninni var starfsmannaveltan ekkert mikil og breytingatíðin var ekkert meira. Ég hafði upplifað svona kannski áður hjá símanum og svona upplifað heyrt í kringum mig. Og þessi grunnpælingum sem ég lýsa aðeins áðan að mynda svona hóp utan ákveðna þekkingu og ákveðna viðskipti, hún hélt sér nú alltaf. En það komu tímar sem ég velti fyrir svo og ég man nú, það var oftar en einu sinni sem að ég var eitthvað að ræða við vinnufélaga minn og við vorum að velta fyrir okkur hver eiginlega næsti yfirmaðurinn minn. Og það var svona svolítið sérstakt að spá í það að það væri eitthvað kannski vafa á því. Það var ekki alveg ljós sko, það var einhver svona yfirmaður en svo voru kannski einhverjir þrír þarna sem eftir hvað maður átt hvað maður vantaði hver yfirmaðurinn hans. Ég byrjaði að lesa á Google Works. Ég kláraði það nú ekki, ég er ekki ennþá búinn að ég skal hjáta það. En það verður bara að segja, það búið að vera rosalega gaman að vera þetta í dag og upplifa þetta og þetta mjög skemmtilegt, en svona í það heila, allan að hinga til hefur ekki verið rosalega mikill áhuga með þeirra stjórnun. Ég sé tæknimálin og ég beri virðingu fyrir þessum sinna þessu sko, en ég kýs að sjá annað. Þannig að eina sem ég get gert, það kannski svona lýsa minni upplifun, hvernig mér líður svona með allt þetta í kringum mig. Og þetta kannski svona sá yfirmaður sem að mér hefur fundið sér þurfa. Það einhver sem maður svona veit varla fyrir, maður þarf á þeim að halda. En við erum öll mismunandi og ég hef líka alveg talað við vinnufélaga mína sem að finnst frekar óþægilegt að sé ekki alltaf einhver yfirmaður að fylgjast með þeim og gefa þessum einhver endurgjöf og segja þeim hvernig þeir að standa og svoleiðis. Þannig ég held sko, auðvitað enginn sérfræðingur í þessum málum, en ég held að þetta sé svolítið mismunandi og hlýtur að vera svolítið kunst fyrir stjórnendur að höfða allir mismunandi starfsmanna. Þannig að ég veit svo sem ekki hvort ég eitthvað svona dæmigerður þekkingarstarfsmaður eða hvort að slíkur yfir höfu til. Og hvort að fyrirtæki að fá mest út mínu starfskröftum með þessum hættu öðrum, það er svo sem heldur ekki mitt að dæma. En ef ég lýsi aðeins svona starfinu mínu, þessi ekki tæknileg smá átrúnum hvernig maður sér þetta fyrir sér, þá það svona þrír fletir. Ég að vinna við svona ákveðna tegund af tæknulausnum, Linux og Amazon Web Services og svoleiðis. Svo að vinna fyrir ákveðna viðskiptavinni, náttúrulega mjög breytilega hversu marga, við erum með mjög marga viðskiptavinni, en maður vinna fyrir einn viðskiptavinni einu. Og svo vinnum við ákveðnum hópum af fólki og það geta verið hópar af fólki sem eru að þjónusta viðskiptavinni sama verkefni og ég, það geta verið hópar af fólki sem eru Linux-nördar alveg eins og ég og síðan skarast þetta svona mismunandi eftir hvað maður að gera. En það líka ýmislegt fleira sem ég þarf að gera, ég þarf að skrá tímana mína og ef það eitthvað sem ég geti mögulega fengið mig til að skipta aftur í starfsferil og fara aftur að gráða hólur, þá er það tímaskráningin. Svo þarf einhver að fara yfir tímana og það mjög slemt þegar ég trassa það. Ég þarf að bóka sumarfrí, ég þarf að biðja nýja tölvuborðið mitt af því að mín er ónýtt og svo það kannski að ég þarf að semja að fá að kaupa dýru hugbúnaðarleyfi fyrir eitthvað innri Sensa sem ég er að reka. Ég þarf að fyrir launaviðtöl og þess háttar. Það er svona í rauninni alls konar sem maður þarf að gera. Og í hinu hefðbundna skipulagi sem maður var vanur, þá var ég kannski einhver einn aðili sem sæði þetta allt. Það bara hefur svona go-to gæi og ef þið vantar nýja tölvu, ef vantar launahækkun eða vilt fara í frí eða eitthvað og tala bara alltaf saman mannin. En
svona eins og þetta lítur út fyrir mér að þá og ég að upplega betur og betur núna eftir að maður búin að prófa hana að það kannski meika ekki nefnilega með þessa sensina því að þetta svolítið rosalega mikla kröfur á einn mann lagðar. Einhver deildastjóri sem kannski með mismunandi mikið tæknibakgrunn kannski ekki best aðalinn til að segja okkur hinu hvaða Linux-distro við vel ætlar í rekstur og einhver hópur af Linux-nördum heldur kannski ekki sterkast aðalinn til að segja hvað við eða miklu peningum í nýtt skjalavísinakerfi eða hvað svo þar sko. Og svo sá sem úthafið að feysa viðskiptavinnina, hann það náttúrulega þekki vel kannski samningi sem við hinnir nefnum ekki að spá í. En svona þetta ekki hjá Sensa. Ekki lengur allavega, já. En hver þá yfirmaðurinn minn? Ein leið til að svara þessu að sá sem ég fer í launaviðtöl til og síðast var það nú þessi maður. En eins og ég kom að, þá þetta svolítið flóknari svo og þetta fer rosalega mikið eftir í bara hvert erindið og hvað maður þarf að halda og hún kom inn á áðan hvað var þess að þjónustustjórnin, það sem að stjórnandi líta á sig einhverju þjónustuhlutverki og þjónustustarfsmenn, sko, það sennilega ein hliðin af þessu, sko. En eins og þetta hjá Sensa núna, það var nýlega birt ný útgáfa skipuritin eins og Valgerður kom inn á. Ég var í man ekkert alveg nákvæmlega hvernig það en það kannski skiptir ekkert öllu máli heldur þannig. Ég hef aldrei lent í hjá Sensa að ég hef ekki vita hvert ég á að leita. Ég veit ef ég þarf einhverju að halda á get ég alltaf leitað eitthvert, hvort sem það fór á samþykki fyrir einhverju bara alltaf ræða málin, hvort það tæknimál eða eitthvað annað. Ég fengi alltaf á hvatningu sem ég þurft þegar mér dotti eitthvað hug og langaði að prófa eitthvað. Ég upplifði að það sé hlustað á mig, að mér sé treyst og samanskapið á treysti ég þeim sem að reka fyrirtæki, ég treysti þeim sem framlínin, ég treysti þeim sem að sjá bara sín störf að vera bara professional í sínu störfum og treysti þeim sem að reka einhver alltaf lausnir sem ég veit ekki einu svona hvað heita, teknolausnir. Þannig að, svona alltaf að taka þetta saman þá þetta bara svona mín upplifun að ég get leitað til yfirmann sem ég þarf, þessi dýnamík virðist að virka og það ekki verið að stjórna okkur einhverjum mikromanagement. En þetta ekki samt búið að gera svo einni nótt, þetta búið að taka tíma, þetta búið að taka á og eins og Valgerður var búin að lofa okkur í upphafi þá munum þetta halda áfram og ég bara að hlakka til að taka þátt í því. Takk hérlega fyrir mig. Þetta var sem sagt hann Hrafnkell. En svo Já. Og ég alveg rosalega glöð að hann ennþá til í að standa í þessu með okkur. En þá var í rauninni spurningin hvert erum við komið núna, þetta var fyrir 2 árum og við vorum með það að margir að nota orðið skipurit og svo framvegis. Við tölum ekki mikið skipurit í dag. En við fórum í það sem við töldum skipta miklu máli í byrjun því að við erum öll skepnu vanans og því höfum við gert okkar besta til þess að koma til móts við það og setja skipulega upp umgjörðina við fyrsta skrifinu á okkar sýn á sjálfstjórnandi teymum. Þetta eru alltaf engin geimvísindi, það engar byltingar frá venjulegum teymum og við vissulega hefði verið gott að heyra fyrirlesturinn hjá honum Henning, en við erum að reyna að byggja þessar undirstöður. Og á sama tíma þá gerum við okkur svolítið grein fyrir að það svolítið þversögn að tala reglur fyrir sjálfstjórnandi teymi. En við vorum sammála það að til þess að komast áfram að þá þurftum við eitthvað sameiginlegan punkt, við erum með mikið að teymum og við þurftum eitthvað sameiginlegan punkt og sameiginlegan skilning til þess að vinna frá. Og þarna erum við til dæmis að upplýsa þetta við erum með á innri síðun okkar mjög mikið af efni og skýringum á hvernig við viljum helst vinna, hver eru hlutverkin, hvað það sem að teymin eiga að sinna, hver eru afurðir teymana og svo erum við með faglega leiðtoga út af því að við erum náttúrulega í tækni og faglegu leiðtogi líka mjög mikilvægur hjá okkur. Við erum náttúrulega algjöru nördar, við erum upplýsingatæknifyrirtæki og við viljum líka nýta okkur tæknina til fulls, þannig að við erum
bullandi ferð að nýta öll þessi skemmtilegu, skemmtilegu samskiptatækni, hvort það sé sem bara að vinna í fjarvinnu, myndfundum eða Teams í Microsoft eða við erum líka með alveg ótrúlega mikið að trúarbrögðum, þannig að við erum ekki alltaf sammála hvaða tól séu flottust og allir nokkuð vissum að það sem þeir skoðu síðast er langbest fyrir okkur. En við reynum að hafa skynsemi í því og mikilvægt er að umhverfið sé alltaf skilvirkt. Þetta snúist ekki endalausa fundi, heldur en hóparnir virki líka skilvirkir bara með því að nýta tæknina. Og við sem sagt treystum öllum sem að vinna hjá Sensa og því höfum við sett þetta upp þannig að það er mjög mikið aðgengi að upplýsingum hjá okkur og við erum mjög gegnsæ og stefnum á að verða gegnsæri og gegnsæri. Hver og einn hópur hefur aðgang á öllum þeim upplýsingum sem þeir þurfa og telja sig þurfa til þess að vinna og ná árangri. Nú, svo er það náttúrulega teymisvinna sem í teymisvinnu þá náttúrulega stendur hún og fellur með góðum samskiptum eins og svo skemmtilega við erum búin að hlusta á Henninginn í morgun. Og þarna er myndin á veggnum, við erum með stóra vegg þegar við komum inn í forderið og þessi mynd heilsar okkur á hverju morgni. Því að við segjum samskiptin eru málið og við erum alltaf að reyna að læra og tryggja samskipti séu skilvirk og góð. Og sama tíma þá viljum við ögra hvort öðru. Við erum verið að ýta okkur út úr boxinu og við þurfum að gera það á einhvern hátt þannig að það meiði engan. Nú frá upphafi að ég veit ekki hvað, ég er búin að tala oft samskipti, við erum alltaf að fara yfir hvernig eru góð samskipti og svo framvegis og hendum upp endalausum frösum út allt. En í mínum huga var ákveðin vendipunktur hjá okkur fyrir cirka 18 mánuðum síðan. Og en eins og ég sagði, það fórum við af stað með hugmynd, en við vorum ekkert með rosalega margt, við vorum ekkert með margt til þess að vísa okkur veginn. Og sama tíma vorum líka bara svolítið tilbúin að reyna að finna út úr hvað hentaði okkur fyrir okkar starfsemi, í staðinn fyrir að reyna að tróða okkur inn í eitthvað módel sem að við sem er þekkt þannig að við áttum þetta samtal mjög mikið hvernig við myndum gera þetta og reyndum náttúrulega líka að leita að fyrirmyndum en það gekk ekki rosalega vel. En fyrir cirka 18 mánuðum að það var góður maður sem að áttaði sig á því að það sem við vorum að baksa við hafði samhljóm við vinnu sem að ráðgjafa fyrirtæki Valcon var að leggja í. Og við hittum á Valcon menn, þetta er danskt ráðgjafa fyrirtæki og þar var mér satt að það væri til kenningar lífferli fyrirtækja og það sem við værum að gera væri hljómaði mörgu leyti eins og kenningar, ég veit ekki hvort þið þekki kenninga Lalú þroskaferli fyrirtækja. En hann er víst mikill gúrú, ég er ekkert í þessum gera, þannig ég vissi ekkert þennan mann. Og miðað við hans kenningar, þá leit okkar vinna þannig út að við værum að einhvern hátt að reyna að verða til fyrirtæki. Þetta var í fyrsta skipti sem ég hafði heyrt til. Og ég bendi ykkur á Lalú ef að þið viljið kynna ykkur frekar lífferli fyrirtækja og hans hugmyndir þroskastig fyrirtækja. Og þetta var úr að við fórum í co-creative ferli með Valcon, þar sem við settum fleiri vörður í leiðinni okkar að okkar sýn. Og þetta var heilmikið samvinna, við lásum enn eina bók, ég veit ekkert hvort allir hafi lesað henni í þetta skipti, en það var Reinventing Organizations eftir Lalú og hann er þessi Teal-gúrú. Og svo tókum við nokkra vinnustofur þar sem að markmiðið var að gera þetta breytingaferli skilvirkara. Og fyrir mér var það eitt sem að kristallaðist í allar þessi vinnu og ég átti alveg hrikalega stórt aha moment og það kristallaðist í að það er þessi mikilvægi samskipta. Við vorum búin að vera að tala samskipti en
Það bara þetta að hlusta eftir og skynja hvað verið að segja og líka fara að hugsa í hvernig aðrir skilja mann. Og það var algjör opinberun að þegar við í samstarfi við Valcon ákváðum að bjóða öllu fyrirtækinu að fara í Young Type Index persónuleika prófið. Það skilt Myers-Briggs og samkvæmt þessu prófi. Ég vissum að mörg ykkar þekki þetta, þessar 16 persónuleika og sem allir hafa sína kost og galla og það kristallast nú oft í svona teymisvinnu. Ég persónulega hef mjög oft tekið svona próf, svona fíkilli að sjá hvernig ég og ég hef tekið niðurstöðurnar og lesið og var rosalega gaman að lesa það sem maður er góður í og hvað maður er alveg rosalega frábær. Svo maður er svona þetta sem maður er ekki eins góður í og maður er svona tilhneigingu til þess að það kannski skiptir ekki eins miklu máli. En það sem við gerðum í samstarfi við Valcon öðruvísi í þessu að við fórum í vinnustofur og buðum öllu fyrirtækinu að taka þátt í vinnustofum þar sem við í rauninni vorum að vinna úr þessum upplýsingum og við vorum ekki að vinna í þessum upplýsingum gagnvart okkur sjálfum. Þetta lása allir hvernig þeir voru. Heldur í rauninni vorum að pæla í öllum hinum 15 persónuleikunum. Hvað það sem skiptir máli fyrir þá og hvað ekki. En að sjálfsögðu vorum alltaf með þess fyrirvara að þetta próf er ekkert að skilgreina eina eða neina persónu. Og ég held, þetta voru reyndar alveg ofsalega skemmtilega vinnustofur og ég man eftir einni æfingu, stjórnarformaðurinn okkar var með okkur og ég og hann höfum engan staf sameiginlega af þessum 4. Við erum bara algjörlega mjög ólíkar týpur og það átti að skipuleggja ferð fyrir fyrirtækið og það voru engar takmarkanir. Og ég hef persónulega típu, ég held að hann endi P sem var til þess að ég held að við vorum öll í mínum hóp svona svipaða típur og við það eru enga takmarkanir, við viljum bara fara í ár í ferðalag með alla og ferðast út allt, nota loftbelgi og flugvélar og skip og hvað sem og bara sjá allt það sem okkur langar. Ég var ekki að horfa á svipinn á stjórnarformönnum en ég hugsaði það eftir á þegar það kom niðurstaðan hvað hans hópur hafði ákveðið að það var klukkan 6:00 á 50 að mætum við á Leifsstöð. Við lendum, ég man ekki hvort það var Amsterdam eða eitthvað staðar klukkan 11:00. Það er 2 tíma pása, þá kemur vinnustofa þar sem við ætlum að vinna til 6 og borðum svo saman og hugsaum við vinnustofuna og mætum svo á föstudegi svona og ég var alveg bara, hvernig er hægt að gera svona plan þegar það er ekki búið að setja neinn takmörk á þig, en hann var alveg með Guð minn góður, hvar er eiginlega þetta fyrirtæki með svona geðveika manneskju í forsvari. Þannig að þetta voru, en það voru heilmiklar, ég allavega lærði heilmikið af þessu og ég held að með þessum vinnustöðum að þá í rauninni lögðum við grunninn að því að átt okkur á hvaða sem að við sem einstaklingar þurfum að gera til að geta skilið okkur sjálf og skilið aðra og aðrir skilji okkur. Þannig að þarna held ég var mjög mikilvægar vörður settar fyrir góða og árangursríka samvinnu sem að skiptir öllu máli allavega í því sem ég tek frá Henning í morgun. Við settum niðurstöðurnar upp á vegg, þess vegna glæran svona rosalega ljót, þetta bara mynd af símanum mínu. Og niðurstöðurnar geta allir séð, gestur og gangandi, þetta er bara mjög sýnilegt hjá okkur. Og ég veit ekki hvort þið sjáu það, en við erum rosalega glöð að við fyllum í öll bóksin. Við eigum allar persónulega típurnar, en við erum með 2 einhyrninga og við erum að passa mjög mikið upp á þá, við viljum ekki missa þá. Nú, önnur saga er til dæmis að samstarfsmaðurinn sem ég er búin að vinna með lengi, hann fór alla leið og hann ákvað það að lesa sig og lesa mig og pæla verulega í þessu. Hann er mjög finnst gott að vera í boxinu sínu og við fundum ofta að var svona streitumóment þegar ég var kannski á hugaflögi og henti spurningum út allt og skaut á hans spurningu og sagði hann bara,
Þetta þarna, ég hugsa átt, hvað eiginlega með hann, sko? Getur hann ekki bara svaraði eitthvað? Og þá kom hann til mín og eftir þessa vinnustofu sagði þarna, Valgeir, ég er búin að lesa þig og ég lesa mig og við erum bara alveg mjög ólík og nú þarf þú bara að hafa því huga að það er bara ekki séns að ég geti svara svona spurningum on the fly, ég þarf að minnstakosti 4 tíma. Og síðan þá hef ég þennan skilning allavega, ég segi bara ok, hérna er spurning, þú bara kemur þegar þú ert tilbúin. Og hann hins vegar segir ok, hún er ekki bara að reyna að vera ógeðslega vond við mig. Þannig að þetta hefur breytt mjög mörgu. Nú í vor þá settumst við sem sagt öll saman einn fallegan laugardag og þá og fórum í gegnum allt ferlið og ídrömsýnina og allt þetta sem við erum búin að vera að vinna að. Það er fullt af samtölum enn í gangi og við erum að leiðrétta mjög mikið misskilning. Ég enn í samtölum að fólk er svona að ég skil þetta ekki alveg. Ég meina við erum með þessa áherslu á teymi, lausnateymi, viðskiptateymi og leiðtogateymi og svo framvegis og við erum að reyna að tryggja að þetta virki og við vinnum með ramma en þeir eiga ekki hefta og við leggjum mikil áherslu á frelsi, á að frelsi, ábyrgð og traust fari saman. Nú við treystum á almenna skynsemi og trúum að því að hún fleiti okkur mjög langt í svona starfi og náttúrulega sjálfsögðu samskipti. Nú, það er eflaust hægt að, svo ég svari spurningunum minni, frá mínu hjarta er eflaust hægt að kaupa heilan í fólki, en það er óvíst að virðið sem fæst á móti sé í samræmi við kaupin, nema heilin sé að vaxa inn í verkefnið á þeim forsendum sem hentar honum best, sem er í rauninni eins og Henning er búin að vera að lýsa. Það er að segja með öðrum orðum að fólk vaxi og dafni á þeim forsendum sem því hentar best og tekur mið af persónugerð viðkomandi. Og til þess að vitna hérna í yfirskrift þessa fundar, að þá held ég, teymisvinna skapi vellíðan, að þetta sé í rauninni þau sömu atriði sem ráða því hvort að teymisvinna og vellíðan fari saman. Nú ég ætla ekki að hafa þetta lengra, við erum hins vegar alltaf tilbúin að stela góðum hugmyndum og það er alveg að hreina ég ætla að stela hugmyndum hérna frá honum Henning. Þannig að ef einhver eru með góðar hugmyndir fyrir okkur til þess að halda þessari vegferð áfram, bara endilega hnippið í okkur. Ég ætla að þakka bara fyrir mig og skil ykkur eftir hérna með þessa tilvitnun frá Charles Darwin. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Valgerður. Fyrir hönd embættis landlæknis, VIRK og Vinnueftirlitsins þakka ykkur kærlega fyrir daginn. Við vonumst þess að sjá okkur aftur eftir áramót á fleiri fundum og glærurnar verða til staðar á vefsíðum þessara stofnana. Þannig að þið getið litið eftir þeim þar. Takk fyrir daginn.